Fundarstjóri, góðir fundamenn. Þetta voru náttúrulega agalausir menn, þessir forsvarsmenn stóru fyrirtækjana hér í bænum í tíma. Ég mun freista þess að halda mig innan tilskilinna marka. Ég ætla bara að taka hérna fyrir 2 umræðupunkta. Annars vegar beina hagsmuni Vestmannaeyjabæjar og þar með Eyjamanna sem hér í húfi. Og hins vegar að fara nokkrum orðum svona eins og ég sé pólitíska stöðu málsins núna. Það sem kannski sló mann mest, og hérna byggi ég á annars vegar á umsögn Vestmannaeyjabæjar eða bæjarráðs Vestmannaeyja frumvarpið og hins vegar þeirrar vinnu sem samtök sjávarútvegsfyrirtækja, samtök sjávarútvegssveitarfélaga, vildi ég sagt hafa, létu gera í tengslum við þetta. Eins og við vitum bæjarstjórinn okkar formaður þar en gat ekki verið á þessu fundi í dag út af löngu ákveðnum mikilvægum fundi í Reykjavík. Þannig að ég hleyp hér inn eins og svona varamaður í þessu. Þessi mynd, ég tek aðeins forskot á sæluna, Róbert endurskoðandi hjá KPMG kemur inn á þetta á eftir, þetta partur af því sem þeir unnu. Og það sem ég vildi segja áður við kíkjum á þessa mynd það að það sem kannski fór mest fyrir brjóstið á manni þegar þetta frumvarp var kynnt voru staðhæfingar sem lutu að því að þetta hefði engin áhrif á sveitarfélögin. Og það var líka sérkennilegt í því ljósi að stjórnvöld litu svoleiðis á að það væri bara einn hagaðili í málinu sem var kallaður til ráðfærslu, að minnsta kosti eftir því sem stjórnvöld sögðu, sem var þá SFS, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, en ekki sveitarfélögin sjálf, sem mér þótti einkennilegt. Ef við lítum á, hérna sjáum við hvernig þessi áætlaða hækkun veiðigjalda skiptist á sveitarfélög. Og ég ætla ekki að fara að stakla hér það einhver áhöld það hver að reikna rétt og þetta getur munað hérna pluss mínus 500 milljónum. Það að segja í veiðigjöldunum sjálfum. En þá sjáum við af þessu að 1500 milljónir af þeim veiðigjalda hækkun sem reiknuð hér upp á 7,9 milljarða fellur til í Vestmannaeyjum. Með öðrum orðum að það eru það bil 20% af hækkun veiðigjaldana í heild sinni sem fellur til í þessu 4700 manna sveitarfélagi. Við getum líka horft á þá tölu að samkvæmt útreikningum að þá eru 19% af útsvars, og þá erum við að tala árið 24 sem var loðnuleysisár, en samt sem áður það ár þá voru 19% af útsvarsgrunninum hér í Vestmannaeyjum sem átti rót sína í fiskveiðum, því til viðbótar 12% í fiskvinnslu. Það að segja 31% af útsvarsgrunni Vestmannaeyjabæjar féll til í fiskveiðum og fiskvinnslu. Og þá tel ég ekki með útsvarið sem Stebbi á Grund í skipalyftunni greiddi og allir hans kallar í skipalyftunni eða öðrum þeim þjónustugreinum sem þjóna sjávarútveginum í Vestmannaeyjum. Að halda því fram að breyting af þessu tagi hafi ekki áhrif á sveitarfélagið eða tekjur þess eða afkomu þess auðvitað út í hött. Sannarlega mun þetta hafa áhrif og eins og í sveitarfélagi hér eins og í Vestmannaeyjum að allar breytingar í sjávarútvegi til góðs eða ills hafa áhrif á afkomu sveitarfélagsins og þeirra sem hér búa. Ég vildi aðeins víkja að þessari pólitísku stöðu málsins og þá held ég vil fyrst nefna það að forsvarsmenn í íslenskum sjávarútvegi því fyrr sem þeir gera sér grein fyrir því hvaða breytingar hafa orðið á þessu pólitíska umhverfi þeim mun betra. Ég held að ég megi fullyrða að allar götur frá því að kvótakerfi var tekið upp, eða þetta fiskveiðistjórnunarkerfi sem við búum við, að þá hafi pólitíska landslagið verið þannig að þegar til kastana kom á endanum, þá var hið pólitíska bakland, hinn pólitíski meirihluti, þannig að sjávarútvegurinn sem grein gat gengið út frá því sem vísu að það yrði ekki gerðar neina stökkbreytingar, það yrði ekki
ráðist með einhverjum offorsi í einhverja breytingar og yfir höfuð var nú bara svona nokkuð þægileg samstæða megin atriðin í þessu, í pólitíkinni og í greininni sjálfri. Menn geta svo deilt það, var það til góðs rís. En þetta var landslagið, þetta landslag núna breytt. Þetta pólitíska landslag, þetta pólitíska bakland ekki lengur fyrir hendi. Og menn geta enn deilt það hvort það sé gott eða vont. En það þannig núna að þessi stuðningur ekki vís lengur. Og það væri og eins og ég sagði nú við nýorðinn formann SFS að hann væri líklega hinn fyrsti, minnst kosti frá því að núverandi fiskveiðistjórnarkerfi tók við, sem býr við þetta landslag. Að þetta bakland, eins og það hefur verið í áratugi, farið. Pólitískur styrkur fyrir þessu sjónarmiði útþynntur og þannig að þetta allt önnur staða til að búa við. Við getum svo ef við veltum fyrir okkur pólitíkinni núna á bakvið þetta, og fínt að hafa vinn minn Víði Reynisson, hann kom hér og talaði þessi mál fyrir kosningar. Bæði hann, sem var nú efstur á lista Samfylkingarinnar og formaður Samfylkingarinnar, töluðu þannig fyrir kosningar, jú, það á að hækka veiðigjöldin, en það verður gert varlega og það verður gert í áföngum og það var talað tvöföldun á 10 árum. Breytingi núna felur í sér auðvitað það að það hægt að hártoga þetta, verið að tvöfalda þau eða ekki núna, en þetta fer að minnsta kosti langleiðina í að tvöfalda þau. Og það gert í einni svipan. Gamla daga töluðu stjórnmálamenn gengið sig í einu stökki, eins og þetta Eigum við þá að gera ráð fyrir því, ekki að það skiptir einu máli kannski í samhenginu, eigum við að gera ráð fyrir því þá að það hafi verið Viðreisn sem vildi ganga lengst í þessu máli og ganga öðruvísi að þessu verki heldur en hvað á ég eftir? Ég búinn? Heyrðu, þá ætla ég að venda mig beint í lokaorðin. Ég var algjörlega sannfærður að ég innan við 5 mínútur, En það sem ég ætlaði að segja að lokum, hver þá möguleikinn í stöðunni? Möguleikinn í stöðunni, það liggur fyrir að það samtök sveitarfélag í sjávarútvegssveitarfélagana og reyndar greinin sjálf að leggja það til eða eru sammála það að það myndi strax vera til bóta að áfangaskipta þessu og það kannski ekki til of mikils mælst að gera það þó ekki væri nema í tvennulagi að gera þetta þannig að helmingurinn komi til framkvæmda á ári 1 af þessari hækkun og hinn helmingurinn á ári 2. Formaður SFS sagði að þetta myndi strax bæta málið og ég vildi segja fyrir sveitarfélögin sem ekki geta algjörlega átta sig á því hvað þetta raunverulega þýðir að þá myndi það gera málið strax miklu betra að hafa þó þann umþóttunartíma sem felst í því að þetta gert í tvennulagi. Víðir, það ekki til of mikils mælst, held ég. Takk fyrir mig.